Þetta var eitthvað rosalegasta intro bara. Jæja, Helgi. Já. Góðan og gleðilegan daginn, kæru vinir. Og verið hjartanlega velkomin hérna í beina útsendingu á Haukar TV frá leiks Hauka og Völsungs. Friðbert Bjarki heiti ég og með mér í dag Helgi Sig. Blessaður. Hvað segirðu? Góður, mjög góður. Alltaf langt síðan maður var hérna. Síðast. Já, Það bara við erum að mæta á lokaleg tímabilsins. Alveg svona partíleikur líka, sko. já, þetta verður stemmingsleikur. Snýst fyrst og fremst stemningu, sko. Já, og jú, þá er náttúrulega við stemmingsmennir í settinu. Já, vissulega. En Og það eru fljótandi vegar. það eru fljótandi veigar í boði. Við erum að horfa á bikarinn. Við erum bara einhvern veginn með bikar hérna hliðin á okkur. Þetta er ennþá svona synka inn hjá manni að við erum búin að vinna þessa deild. Já. Og við tölum stundum out of body experience. Það held ég eitthvað sem við erum að fara að upplifa enn í dag, sko. Já, maður hefur lent í svoleiðis. Já. Og maður upplifði það svolítið eftir, sko, sigurinn í Vesturbænum, fannst mér, sko. Já. Svona síðan þá er þetta svona hægt og hljótt búið að vera svona mjallast inn, sko. Sko, ég náttúrulega fekk þann heiður að vera í þjálfarateyminu Já. í bæði útileiknum á móti Völsungi og leiknum á móti KR. Já. Varstu upp á einhverjum stillans þarna? Já, KR-leiknum? að greina. Já. Betri yfir sín. Og þetta voru sannlega tveir svona mest taugatrekkjandi leikir bara sem ég hef upplifað á ævi minni, sko. Já. Og bara karakterinn í liðinu að hafa náð 6 punktum þessu tveim leikjum Já. er eitthvað sem ég hef bara aldrei séð áður, sko. Heldur betur, bara ótrúlegt. Já, og það er eiginlega þetta svo fyllilega skilið. Þannig að ég er ánægður að sjá það er ágætlega mætt inn í stúkuna, en ég vil sjá ennþá fleiri. Ég vil helst bara allir sem eru hérna að horfa á okkur. Hættið að horfa á okkur. Já, hættið að horfa á okkur. Ég veit við erum skemmtilegir, en farið í stúkuna og styðjið stelpnar. Sammála því. En ég sé samt að það er alveg þá eftir að tínast töluvert með. Já, fólk er en þá hámið sér eitthvað pulsur og svona. Það var búið upp á pulsur og frá spinna og svona. Já. En hérna sjáum við Elinu Björgu sem er búin að eiga gjörsamlega stórkostlegt tímabil. Já. Því líkur MVP, sko. Já. Já, þú veist, jú, ég myndi ganga svo langt að segja það. Já, ég er allavega ekki að fara að mótmæla því, sko. Nei. Bara svona, hefur svona ákveðin X-faktor. Sprengja upp leiki, sprengja upp svona augnablík. Hún getur bara svona gert hlutina bara algjörlega upp á einspýtur, sko. Þegar við þurfum, og hún hefur stíð upp bara þegar við þurfum hvað mest á hún að halda. Já. Og það eru alvöru leikmenn sem gera svoleiðis. Nákvæmlega. En að leiknum í dag, við vorum náttúrulega ekki búin að rúlla yfir byrjunarliðinu. Það er svo sem aukaatriði, sko. Við skulum gera það. Þetta er bara formsatriði. Já. Byrjum á liði Völsungs. Númer 1, Ísabella Júlía Óskarsdóttir. Númer 3, Dagbjört Ingvarsdóttir. Númer 4, Silvía Lind Henrísdóttir. Herðu, ok. Tekur þú brasið það? Nei, ég bara held að það væri eitthvað að gerast. Já. Ég skal hafa við á leiknum. Já, Árdís Rún Þránsdóttir, fyrirliði Völsungs. Og númer 7, Berta María Björnsdóttir. Númer 9, Sonja Björg Sigurdóttir. Númer 10, Harpa Áskisdóttir. Númer 15, Júlía Margrét Sveinsdóttir. Númer 17, Hildur Anna Brynjarsdóttir. Númer 20, Katla Bjarnadóttir. Númer 22, Halla Bríet Kristjánsdóttir. Og ég er virkilega ánægður að sjá Hörpu Ásgeirs á vellinum. Það er svona, það má segja að hún sé fröken Völsungur, sko. Ok. Og
dóttir hennar fædd 2011 kom einmitt inn á, ég veit ekki, hún hefur allavega að spila einhverja leiki núna í sumar. Já, þú meinar, hvað er hún gömul, hún? Harpa? Já, er hún bara alvöru reynslubolti? Já, hún er búin að vera þarna bara 20 ára. Já, vá. Og hún er frábær leikmaður. Heldur betur. En dóttir hennar er líka, hún verður sennilega ekki mikið síðri, sko. Já. Sko, rétt var hún að ferja í liðið okkar. Þannig að við erum að tala um þetta sem mikinn stemningsleik og svona. Þetta er náttúrulega alvöru leikur fyrir Völsung, sko. Já, þetta er það. Það er í alvöru, það er í þú veist, ef allt er eðlilegt, þá eru það í markatölukeppni við KR. Já. Sem er svo sem, það er kannski ekki heppilegt að mæta á heimavöll toppleysin, sko, í markatölukeppni, sko. Ég myndi ekki mæla með því. En manstu hvernig þetta stendur núna? Jöfnastegum fyrir leikinn. KR með einu marki betra. Já, bara einu? Já. Ok. Það er endar áhugavert. Já. En ef allt er eðalegt þá þurfa þær að treysta á KR mistýr, sko. Mótið Einherja, sko. Á heimavelli. Já. Þannig að Já, þannig að það er mikið í húfi fyrir Völsungslið, sko. Svakalega. En já, að Haukaliðinu. Ég held að við höfum aldrei verið lengi að fara yfir liðin hjá. Hún er búin að vera svona 8 mínútur að því. Já, það er bara fínt. Númer 12, Viktoría Sólveig Óðinsdóttir. Númer 4, Anna Rut Ingadóttir. Númer 8, Rut Sigurðardóttir. Númer 10, Glódís María Gunnarsdóttir. Númer 11, Halla Þórdís Svansdóttir. Númer 13, Kristín Fjóla Sigþórsdóttir. Númer 18, Kristín Erla Halldórsdóttir. Númer 20, Ragnheiður Tinna Hjaltalín. Hún er að koma af svaka framistöðu á móti Einherja þar sem hún skoraði þrennu. Sem er bara virkilega ánægilegt. Stelpa fædd 2008, mikið efni. Fengum hana í gluggan núna frá Grindavík, þannig að það verður heldur spennandi að fylgjast með henni á næsta tímabili. Heldur betur. Númer 21, Hekla Björk Sigþórsdóttir. Númer 23, Elín Björk Norðfjörð Símonardóttir. Og númer 28, Anna Katarina da Costa Bral. Check, segir hann. Já. Já, sjáum að fólk er ennþá að streyma. Þetta er bara stanslaust streymi af fólki. Það er aldrei of seint. Og mér sýnist ég sjá kónginn. Býtu nú við. Þetta er Atli Sveinn. Já. Sem er að mínum mati top 3 besta manneskja Íslands. Já, það er rosalegt. Já, ég segi það bara hér í beinni. Og ertu með hérna 2 á listanum? Eða hinn 2? Já, það er Helgi Fannar Sigurðsson. Já, vá. Sæll. Og Hörður Bjarnar Hallmarsson. Já. Það er bara svoleiðis. Þetta er ekki amalegu listi, maður. Hörðu. Geðveikur bolti. Já. En fílitt. Hörðu! Á látt. Já, fleygðu þér niður. Þetta var góð tilefni í höllu, en af því er þetta ekki bara redd? Sko, jú, málið er, ef hún lætur sér detta. Já. Já, hann gefur henni gullspjald. Hann beitir hagnaði. Já. Sem að verður ekkert úr. Jæja. Þetta var mjög sérstök dómgæsla. Já, þetta er svona, já, ég er ekki að fara, það þarf ósvöldlega mikið að gerast til ég böggjum á dómgæslinni í dag. Þetta er svo mikið stemningsleikur. Já, við erum einhvern veginn bara helvíti góður að því, sko. Já. Það er ekkert einhvern veginn, já, að fara að koma okkur úr jafnvægi, sko. Ný. Ekki eins og síðast við vorum hérna. Þá vorum við, þá vorum við smá heitir. Það var alveg smá out of body í leiðinni. Já, það var out of body. Það er eina sem getur komið úr jafnvægi var kannski mínum menn í Arsenal sem er að spila á sama tíma núna. Já, reyndar. En það er hérna, þessi leikur ekki að vera að gera það. Nei. Alla aðeins og hvernig hana kannski svona leikmaður til að fylgjast með í Völsungsliðinu. Ég myndi segja Halla Bríet Kristjánsdóttir. Okay. Spilar hana á vinstri kantinum, númer 22. Og hún er bara virkilega
efnilegu leikmaður með mikinn hraða, góð í þessum einum stöðum, Já, skemmtilegu leikmaður. Þannig að mæli með því að fólk fylgist með henni. það vantar aldrei þekkinguna þinni í þessum neðri deildarbolta sko. Já, hún er einhver. Hún er einhver maður kemur ekki að tóma kofana þar. Ný. Þarna er einmitt Halla með boltan. Kristín gerir virkilega vel. Eltana uppi. Áfram Haukar! Enda Völsungslið er ótrúlega einhvern veginn. Ég held að svona seigt sé bara rétta lýsingarorð. Þær eru ótrúlega seigar sko. Og það er bara ekkert grín að spila við þær. Já. Það eru rosalega þéttar, vel skipulaðar varnarlega, þekkja alla bara einhvern veginn sín takmörk, fullkomlega sátta með sín hlutverk og það er ekkert kjaftaði. Þannig sjáum við velspilað hjá Völsungi. Hann er labbað fram hjá Önnu, ekkert sérstakur varnarleikur, en Anna bjargar henni í bili. Þessi kross er ekki galinn. Feimun betra var að klára þeirra útivelli sko. Já. Það var fáránlega sterkt. Það var svo mikilvægt. Já. Það hefði verið nefnilega helviti taugatrekkjandi að vera í úrslitaleik hérna, skilur. Ég bara... Við hefðum sennilega ekki vandað. Það hefði þurft að finna einhvern annan en mig allavega á mækinn. Já. Bara einhvern óháðan aðeins sannlega. Það er að sækja sig Já, veðri það er bara byrjanleik sterkt Völlaranir. Sem það er allt undir hjá þeim og þær hafa enga tapa sko. Þær eru að elta káringina. Og þú veist, það er örugglega svolítið svona getur kannski verið flókið að mótivera sig í svona leik sko, þegar þú veist bara að þú ert búinn að vinna. Er þetta ekki bara svolítið bara að fara út og njóta að spila og þú veist, leggja sig fram og bara reyna að enda þetta á jákvæðum nótum? Heldur betur og vonaði besta. Og einhvern veginn vonaði besta bara. En auðvitað vill maður enda á sigri sko. Já. Já, vel gert. Glódís búinn að eiga virkilega gott tímabil. Já, skemmtilega boltið hana. Nær Kristjáns, nei. Já, Glódís fengum hana á láni frá Val og það er bara búið að vera ótrúlega gaman að fylgjast með hennar svona framþróun. Já. Og hún á svo sannarlega framtíðina fyrir sér. Heldur betur. Hvaða ár gerir hún aftur? Hún er 2007. Já. Einmitt. Þannig að það verður gaman að sjá. Hvað gerist þar? Já, við náttúrulega hljótum að gera allt sem við getum til þess að halda henni á næsta tímabili. Og ég hugsa að það sé alveg vilji líka frá henni að vera áfram. Já. Taka þátt í þessu magnaða projekti sem er eigið sér staðinn á Ásvöllum. Heldur betur. Frábær sendingana hjá Kristínu og Halla með, þetta var ekki galinn pæling, ætlaði að finna ilnuðana. En maður sjá, kannski er eitthvað leið að finna út úr því hvað er að frétta á KR. Ég var að reyna að tjekka á því, sko, fyrst það er ekki úrslit.net, þá er það sennilega ekki, en það er alltaf Instagramið, sko. Já. Instagramið hjá liðunum. Það er nákvæmlega. Eru KR á heimavelli eða? KR heimavelli. Já. Þær eru með bara í stóri hérna, fyrir leik, þannig að það er ekkert komið inn. Spurning hvort það uppfærist bara eða gerist eitthvað. Já, sennilega 0-0 bara. Já. Já, sama Hekla bara rólega. Viktoría ætlar að finna Tinnu þarna.
Tinna er ösku fljót. Nei, ok, Völlarar vinna innkasti. Sjáum að það er ágætis mæting frá Húsvík. Jú. Það verður bara vinning fyrir því. Heldur betur. Og það er búið að planta einhvern treyjum hann á Já, svæðinu. mér finnst það skemmt. Gaman að þessu. Já, þetta fer svona frekar rólega af stað. Gerir það. Ekki mikið eitthvað opinn marktækifæri. Nei, kannski besta færi sem að Völsungur fekk hérna áðan. Já, og það hendar ekkit endilega þessu Völsungsliði að þurfa að vera elda, þú veist, að þurfa að vera að sækjast eftir markinu. Já. Þær eru virkilega góðar í því bara að venda markið sitt og vera þéttar en þegar þær þurfa að svona take the initiative, ef ég sletta eins, þá er það kannski ekki svona í sínu elementi. Já, einmitt. Veistu til þess hvort það hafa unni marga stóra sigra í sumar? Ég man það ekki. Það er náttúrulega líka allt annað þegar að allur hrærigrauturinn var í þessu. Já, þú veist, þegar þú spila móti liðum eins og Smára. Einmitt. Með fullri virðingu. Það er það fram. Þú veist, en reyndar, við verðum að gefa Smára respect. Það er unnu leik, sko. Í sérhlutanum? Já. Herri, sástu þessa hreyfingu hjá... Ég er að segja, þetta er alveg spilari, sko. Ég á mig K.A. náttúrulega á sím tíma, þá var hún líka að spila með Völsung. Já. Hún gjörsamlega, þetta var síðasti leikunum með K.A. Og hún var bara, hún var svona eins og Rodri bara stjórna ferðinni. Vá. Mótstæðan vissulega ekki mjög mikil en samt, maður sá gæði. Vel drillaðar K.A. hjá Friðbjörn. 5-3-2 liggja djúpt og negla honum fram. Og vona. Já. Það var ekkert mikið flóknar þar. Já. Þannig að það var náttúrulega með sendinguna miðina. Sjáum. Berta hérna í ágætis fyrirgjafstöðu og Hekla hittir ekki boltan. Já, Martinelli skora. Vá. Það er gott að fá hann í gang. Það er soccer all the haters. Já. En já, það maður Halla hérna með ágætis pláss. Kristín Fjóla alein líka en já, finnur Rödd, leitar inn á miðuna og já, finnur Önnu Bral sem að lætur vaða en ekki mikil sannfæring í þessu skoti. Ný. Það er ekki. Áfram Haukar! Já. Gert og Halla tapar boltanum en fljótur að vinna aftur. Þessi sending góð á Kristínu sem með bara allan völlin fyrir fram að sig. Hún ætla bara að láta vaða, kannski smá bjartsýni í því en ég bara... Ég styð þetta. Já, eftir ekki að gera ég það líka. Já. Maður vill skora skrímer á svona dögum, sko. Vá. Fara með það á bakinn inn í kvöldið. Já. Elín, já, finnur Kristínu og þessi sending ekki galinn, ætlaði að finna Tinnu hana aðeins og först bara já, maður Hekla eldir Bertu eins og skugginn og Rödd með virkilega skemmtilegan snúning. Þorsteinn, áfram Haukar! Það er láta að finna fyrir sér. Jú. Eðlilega. Friðbjörn, er þetta ekki besta mæting í sumar? Er það ekki alveg hreinar línur eða?
Það er alveg bókað og fólk er ennþá streymin. Já, Og fólki ég sem að við vorum að reyka út á það. Já. Hvað eru margir að horfa hjá okkur? Sjá. Örugglega með 87, já. örugglega stór hluta því Já, þetta er völlarar, eitthvað mest megnis völlarar, sko. Þannig að Já. bara, En erum við búin að tala mjög vel um völlarana, sko. já, algjörlega. Og ég hef komið, núna, í ár, er ég búinn að fara 3 sinnum á Húsavík. Vá. Bara gera aðri betur, sko. Það er, já, tveir leikir hjá meistaraflokki kvenna, eða ekki? Nei, 1 leikur með meistaraflokki Já, kvenna bara og 2 með þriðja kvenna. Já. Já, við mættum þeim ekki á útivelli í Nei. deildinni, alveg rétt. Þannig að það má segja að ég sé kunnugur staðáttumann á... Húsavík, ertu búin Húsavík. að fara á Jæja Ding Dong? Nei, hann var Barinn, já. lokað. Já, Og hann að... Það er eitthvað hótelana sem er voða flott. Já. Kíktið þanga. einmitt. Elín með áhugaverða tilraun. Ég held að hún hafi verið að reyna að finna glótísið hana. Má ég sjá. Jú. Alla, það er svona ótímabært Já. skot. Þetta var svolítið ótímabært. Já. Sjáðu, Viktoría svípar þetta ágætlega, en já, bara heppin að þessi Já, endaði ekki í hálfleikmönnum Völsungs. Berta, hún getur alveg skotið, sýndi það kannski ekki þarna, en hún Nei. getur það, ég lofa. ég fer ekki að rengja það, sko. Nei. Já. Já, fín sending og Halla missa hann aðeins frá sér hana. Rut vinnur boltan aftur og hana fljóta, hugsa á, leitar að Höllu hana. Kristín. Já. Það eru bara djöfullið þéttar. Já. Það er Völsungslið. En þá eftir að fá svona alveg opið færi öðru hvoru megin, sko. Já, veistu hvað ég held að við ættum að gera? Já. Fá rauðspjald. Fá rauðspjald, já, við sækja okkur rauðspjald. Já. Já. Nei, bara við fáum rauðspjald. Spilum með, er það... Úff, þarna var... Það tala um að spila manni færri. Já. Já. Þú er gaman að því. Það gekk heldur vel fyrir norðan alltaf. Já, hvernig ætlar að biðja um að sækja rautt? Ekki bara láta... Hver er líklegust til að svona, já. Það er eitthvað mjög líklega í það, sko. En... Til að taka forskot á sæluna fyrir kvöldið. Afsakið. Aðeins ónákvæm sendinga það. Þetta er svo... Ég er hjúts hörpu, sko. Það er bara minn uppáhaldsleikmari í þessu annardel sem Já. er ekki í
Haukunum sko. Já, einmitt. Ég veit þetta ekki hversu mikið hún hefur verið að spila í sumar sko. Mögulega er þetta bara hennar síðast leikur sko. Bara á ferlinum. Já. Er þetta bara one club kona? Hefur hún aldrei verið annars staðar? Ég ætla bara á hann í segja eitthvað, þá ætla ég bara að skoða það sko. En mér langar að segja hún hafi verið hana bara ansi lengi sko. Hún er búin að vera allan sinn feril. Nei, sorry. Já, annar fyrir. Allt í einu bara spoltinn á fer. Já, sko. Gott færi. Hún spila sinn fyrsta meistaraflokksleik með Þór Káa 2003 fyrir 21 ári. Vá. Það er með Þór Káa KS. Getur sagt mér hvað leik KS er? Já, það er knattspyrnu fyrir siglu fyrir. Það er hár rétt. Síðan 2006 spilar hún sitt fyrsta tímabil með Völsungi og er þar alveg til sko til 2010 þar sem hún fer yfir í KR. Síðan ég held menni yfirferð áfram hérna á ferli Hörpu Ásgeirs. Hvað er íþróttafélagið Narfi? Hvaðan? Já. Narfi. Ég hef heyrt þetta áður. Já. Þetta er eitthvað staðar á Súgandafirði. Nei. Ég veit ekki svarið sko. Þetta var spurningu sal sko. Hrísey? Vá. Er ekki Hrísey svona nokkuð nálægt Súgandafirði það? Má ekki segja það? Nei, segir hann. Já, það hefur verið komin í landafræðishornið. Málið er að Simmi spurði mig nákvæmlega sömu spurningu þegar vorum að keyra á Völsung. Nei, á Húsavík segi ég. Þá keyrðum við fram hjá Hrísey, minni mig. Já. Já. Sagði mér það að félagið þar var Narfi. Hann æfði með Narfi á sín tíma. Það var einn á æfingu. Já. Hvað búi ekki bara svona 8 manns hann? Jú, ég veit það ekki. Nei, ég er ekki En bara til að rappa þetta upp, þá er hún búin að spila eitthvað 20 tímabil með Völsungi. Já. Vá. Á að baki sannlega eitthvað 200 leiki fyrir félagið. Það er rosalegt. Þetta er skemmtilegt skot. Já. Ég var átt að með á því hvers vegna Atli Sveinn er mættur á leikinn. Ok. Atli Sveinn á bróðir. Já. Hann er eiginmaður Hörpu. Já. Yes. Ok. Einherji er með eitthvað í stóri. Já, ok. Það er 1-0 fyrir Einherja. Já. Það er rosalegt. Það þýr að Völsungur að fara upp með okkur. Já. Hvort langar þig út alveg heiðarlegu Friðbert að fá Völsung eða KR með þér upp með okkur upp? Ég skal bara vera fullkomlega hreinskilin. Mér langar miklu meira að fá Völsung með okkur upp sko. Já. Bara bjóðaði mér bara á lokahófið í kvöld. Já, ándjóks. Ég var að hugsa á þann. Ef það er komið upp með okkur, þá er það að fara að mæta á lokahófið sko. Nei, ef að Aðalsteinn Jóhann, eða Alli Jóhinn, svona kallaður, kemur bæði stelpunum og strákunum upp á sama tímbili, það bara að reisa styttu á hann á Húsavík. Og þá er hann að mínu mati þjálfari ársins. Einmitt. Og það er bara, ætti bara að vera unanimous sko. Já. Þannig að þetta eru vendingar maður. Sæll. Heldur betur. 1-0 Einherji. En ef að, já, náttúrulega ef að við myndum vinna, þá fer þetta líka bara eftir markatölu, þannig að... Já. Ef báðu leikir fara, ef við vinnum einu og Einherji með einu, þá samt er KR uppi. Já, þá er KR uppi, sko. Já. Þannig að nákvæmlega eins og staðinu núna, þá eru
Völsungur að fara upp Já. í lengjadöfnina. Já. Sæll maður. Það er rosalegt. Geggjað, takk. Takk hérlega. Já, það er ekkert annað. Það er þjónusta. Kaffi og Prins Pólo bara alvöru service. Takk hérlega. Takk hérlega. Það er vel hugsað um hann en að Já, það vantar ekki. hann tar ekkert upp á það. Já. Það vantaði einhvern út í breytina hana. En sjáum að hún Árdís, hún gefur ekkert eftir fyrirliði Völsungs. Hörðu í horn að taka eins og maður segir. Já. Já. Bara missa hann aðeins frá sér og Glódís geta að fara að staðan. Harpa stígur hann bara út. Helgi, ertu ekki með mér í þessu? Jú. Þetta er alvöru leikmaður, sko. Ég get að skilja líka róttur í samlíkinguna. Já, þetta er bara gæði. Já. Þú veist, það er enginn að segja mér að hún gæti, að þú veist, hefði ekki getað spilað oftar bara í efstu deild, skilur. Já. En hún bara trygg sínu liði. Já. Og ég ber alltaf virðingu fyrir svoleiðis fólki. Elín Ærisvegi, jú. Þessi er ekki galinn og dettur hérna fyrir Kristínu Fjólu. En þær komu þessu frá, hún er ekkert mikið að stressa á þessu. Nei, þetta var eins og Þetta smá var- göngubolti. Já, þetta var sérstakt. Rödd er að fara að skjóta, sko. Og þessi tilraun, já, ekki galinn. Ætli Völara teimið viti að Einherji sé að vinna? Hlýtur að vera, einhver sé með það sko. Er það Búin að- sant? Já, En samt þú sem þjálfari, viltu vita það? Ég held að þú viljir ekki vita það, sko. ég er bara held að forröndin sé of mikil sko. Já, ég veit það, en ég myndi bara taka meðvitað ákvörðunum að vera að reyna eins og ég Já, get ekki já, að pæla í já. hinuleiknum, sko. Já, ég veit ekki, en er það ekki bara auka motivation? Bara, heyrðu, þetta er þarna sko. Jú, reyndar, þegar þú segir, þú veist, hann gæti sagt það bara í hálfleik. Bara asset stans er þetta í Já. okkar höndum. Já, já, það er alveg, það er punktur, sko. Já, Ég er alltaf innu fann að halda ekki það með Völsungina, sko. Ég verð bara að vera heiðarlega með það, sko. En, mér finnst það svo mikilvægt upp á partíið sko. Stemningsdaginn okkar að allavega tapa ekki leik. já, bara taka þetta jafntefli, sko. Já, Það er ekki bara að þykja það. Nei, þetta væri bara svo rosaleg saga, sko. já, En auðvitað viljum við vinna. K er í lengjudöld kallamegin og annar deild kvennamegin, já, já. Heldur að Káur sé að fara að Nei. falla í... Ég held það ekki. En, Það er alls ekki útilokað samt. nei, Þeir eru bara í bara... það er ekki útilokað, alls ekki útilokað, en ég held Já. samt ekki. Já, ég er alveg sammála, sko. En þú veist bara... Með hvernig HK, þú veist, náttúrulega því líkur Auli sem þessi, hvað heitir hann, Atli Hrafn, Já, því líkur Auli sem hann er, sko. Að fá Kóngurinn? þetta nei, bara, hvað er hann vitlaus? En já. það er kannski ekki efni í þessu útsendingu. Við höfum nú alveg verið þekkti fyrir það að fara svolítið út fyrir efnið, sko. Já, ætlum að reyna eins og við getum að halda okkur við Já. leikinn, sko. En það er vissulega er þetta búið að vera frekar leiðilegur fyriráleikur. Já, En nú fer eitthvað að gera sér. Anna segi ég, finnur Elínu. finnur Elínu með frábæri sendingu aðeins fyrir framan hana, en Elín er inna í
sinni uppáhaldsstöðu, einum á deginni. Lappar fram hjá henni og kemur með ágætis kross. Þetta strax búin að missa röddina, áhugavert. Já. Ég er að fara að kenna hann svona raddbendingu. Maður lærið það í kennarnáminu. Það snýst alltaf að nota þindina. Já. Anna ætlar að fara niður. Ég er mjög lélegur að öskra. Já. Þú veist, bæði einhvern veginn berst illa, sko. Já. Og ég bara svona instant einmitt, sko, missi Bara krakkar. röddina, sko. Já. Já, við getum farið yfir þetta bara í kvöld. Já. Við skal kenna þér þetta. Já. Já, vel gert hana hjá henni Sonju. Árdís bara róleg. Maður er bara einhvern veginn komin í kaffi og Olsen rotation hérna. Það er ótrúlega blanda, sko. Já. Já, svo við eigum bara pólóin inni. Það er mjög mikilvægt í rotationinu úr Olsenum í kaffið. Fá sér Prins Póló á milli. Já, til að hana... Þá ertu svona búin að aðskilja. Já. Þá ertu búin að svona núllstilla... Já. Núllstilla... Bragðlaukana. Já, einmitt. Það er einmitt pælingi með engiferði í sushi. Já. Þá ertu kannski með nokkrar mismunandi rúllur. Já. Svo tekur þú veist, þú ert kannski að fara úr laxa yfir í eitthvað... Já. Hosomaki eða eitthvað. Já. Þá tekur eitt engifer inn á milli. Þá núllstillir bragðlaukana. Já. Þetta geta allir farið og prófað á sushi sósu. Eru þeir ekki ennþá styrktaraðalar? Ó. Okkar að, jú. Það. Er búið að koma horn í þessum leika? Nei, ekki eitt. Þetta er ótrúlega leikur. Já. Sjá maður Rut, leita núna aðeins svona inn á miðuna. Þetta vinsala Mark Kukurea hlutverk, eins og við kallum það. Já. Það er leikmaður sem allir vilja vera líkt Já. við. Hann er líka svona frábær svona, hann er svo mikið töffari utanvallar líka. Hann er alveg bara snillingur. Já, ég farið í skoti, takk. Hörðu! Hitt hann helviti vel. Þetta hefði verið rosalegt. En núna sjá, þetta er hraðan í höllu sem ég er búinn að vera að tala um. Hún á stóru plássi er vandamál, sko. En sjá maður virkilega fljótar hana að tvöfald á hana. Það var góðu varnarleikur, sérstaklega hjá henni Heklu sem að hægði vel á henni. Og Hekla, ég ætla að nýta þetta tækifæri til þess að hrósa henni, sko. Okay. Hún fær ekki þá ársemnu á skilið, sko. Hún er búin að vera eins og klettur hana í vörninni allt tímabilið og mér finnst hún búin að bæta sig bara alveg rosalega mikið, sko. Þannig að hún á bara á klálega hróskilið fyrir sína framistöðu á þessu tímabili. Þetta er oft svona með varnamenn sem gera sitt hlutverk og stíga á alla feilspor. Að þeir fá ekki sitt lof, það lof sem þau skilja, af því það er kannski ekki mikið svona sjáanlegt. Einhverjar vendingar á meistaravöllum? Nei, ég skal tekja þetta smá, það er 4-2 eftir 40 mínútur, Chelsea Brighton. Það er ruglið það. En já, ég skal tekja á meistaravelli.
Það er ekkert nýtt komið í story hjá Einherja, Ok. en það er svo sem ekki víst að þær myndu setja KR mark í story, þannig ég ætla að tjekka á KR líka, það er ekkert komið í story þar. Þá erum við bara Mhm. að tala um það sé 1-0. Já. Hvað er mikið búið að leiknum? 42? Já. Er KR ekkert svona að hendi inn eina YouTube-útsendingu eða neitt svoleiðis? Ég held að við séum eina liðið Já, í annari deild sem er með YouTube-channel. já, Þetta er bara þjónusta sem að önnur lið eru ekki að bjóða upp á, sko. nei, mitt. Kannski eðlilega, það eru fá félög með, já, skemmtilega karaktera og hauganir. Ég segi það saman. Kötta inn og í skotið. Er það ekki? Það var sennilega planið, en Já, við nörrum boltan og, já, kemur þessu sennilega, nei, beint á tinnu. Sjáum að Sonja droppar rosalega neðarlega. Hún er að svona þeirra strækir. Hávaksin stelpa kom á láni frá Þór Káa þegar þær mistu hana það er stóluð með hvað hún heitir. Fór minnum í skóla til Bandaríkjana. já. Þú farið ekkert um mér, sko. Nei, ég er ekki það líka. Ég tók mækina þess frá að því ég var að borða. Já. Já. Herðu, fín tilraun, en Isabella öruggan í markinu. Ég verð bara að komast að því hvað mér langar að segja hún heitir Birta Eik, en ég ætla að fá það staðfest. Mhm. Ég ætla einfallega að fá það staðfest. Skemmtilega gert. Það róteita maður tilbaka, Já. en það er ekki eins mikilvægt þegar Það maður er skiptir úr alveg- kaffinu já. að fara í Prins Pólóið aftur á milli. Já. Það er ekki eins mikilvægt, sko, þegar þú skiptir í hináttina, sko. Það er rétt. En ég man ekkert hvað hún heitir, Nei. en jú, ég get alveg fundið út hvað er að þér, Filipert. Ég er ekki allir rólegir yfir þessu. eða? Nei, sko, ég er náttúrulega svo erfiður við sjálfa mig, sko. Þegar ég... Sjá... Herri, ég var ekki langt frá því, það var Krista Eik. Já, Hún náttúrulega skoraði eitthvað 14 mörk eða eitthvað fyrir þær fyrir úrslitakemna, sko, en Já. fer síðan út til Bandaríkjana. Þannig að það var svakalegu missir fyrir þær og fá þá hana Sonju já. til að fylla hennar skarð. Og hún kemur hvaðan, segirðu? Þór Káa. Já, já, já. Þarna Halla með fína snúning, en skotið ekki nógu kraftmikið. Anna. Sett hann bara á Kristínu Fjólu. Sett hann á... Anna! Horfðu upp, fjandinn hafið það. Ok, allt í góðum. Rauðjana með mikið Ruth er að pláss. fá- Hún er að fá mikið af svona stöðum. Já. Takk. Hver skoraði? Elín, Það er kvartar inn. Já. Trossar. Já, hann hefur tekið út bannið í deildabíðan. Þú vil það mikið hags.
Já, Glódís með getur skalla. Það má, held ég alveg Heyra segja- sömnóld þetta. Já, það má segja það að þetta er ansi tíundalítið fyrirháleik. Já. En ég reyndar það má ekki heyra sömnóld þetta því það er alveg gýr í stúkunni. Já, já, fínasta stemming í stúkunni og enn og aftur hvetjum við allt haukafólk til þess að mæta í stúkuna, hvetja þér áfram. Fáum rífandi stemmingu, takk. Svo náttúrulega þáttu að köpa með á lokahóið, eða ekki? Það er ennþá að köpa með á lokahófið Stöfnum. á Stubb og ég get lofað ykkur því að það verður heljarinn að veisla. Það er einhvern veginn að tegnast upp svo sviðsmynd að ég færi þangað. Jú. Svo sviðsmynd var einhvern veginn bara teiknuð upp rétt fyrir leikinn og það er ótrúlegt. Já. Alla gerir þetta bara skemmtilega. En þær eru alltaf mættar í hjálpavörnina. Það er bara þannig. Það, þú veist... Það er blóðna sér. Eitt er víst að það er alltaf ekki að fá sér mark í dag. Já. Og nýta svo sína séns. Herru. Það er hálfleikur. Já. Við... Ekki fara langt. Við ætlum núna bara sennilega að fá okkur smá bakkelsi og bara aðeins að rýna í hennan fyrirháleik. Ég ætla að aðtöða hvort dóttir minn sé að haga sér í stúkunni. Já, endilega. Herru, ekki fara langt. Sjáumst í seinni hálfleik.
Það held ég. Seinni hálfleikur hafinn. Hér á Ásvöllum. Birtu vellinum. Hátíðadagur. Haukar búnir að vinna deildina. Herðu, Völsungur vonar. Blessaður. Blessaður. Ég sá fullt af fólki bara vera að mæta bara í seinni, sko. Já. Já, nákvæmlega. Já. Það held ég. Aðeins að koma sér svona í fókus. Já, bara væta kverkarnar aðeins. Aðeins að væta kverkanar. Þetta var rosalegt. Ég er á... Nei, ég ætla ekki að segja þetta í beinni. Ég er með faratæki hérna. Ég veit ekki henni, ég gaf a signal í hálfleik Já, ok. sem var þess valdandi að við fengum þetta bara Já. beint í æð. Ég var að mynd... Nei, ég get ekki heldur sagt þetta. Nei, nú reynir svolítið á fókusun hjá okkur. En það er fyrsta horn þessa leiks. Sushi Social. Vá. Ársbyrðir af Engiferi, ef við náum að gíska á rétta markaskorara. Og ég ætla að segja Nei, Anna Rut. Þetta er stutt, þetta er skemmtilegt. Og hvað er að gerast? Rut Sigurdóttir, duðlitt. Simmi á þetta mark. Ég hef aldrei séð Simma fannig á mikið. Vá. Þetta var Simmahorn. Svo útfærsla. Já. Þetta var ótrúlegt mark og Rut Sigurðardóttir fullkomna þetta með frábæru skoti upp í þaknettið. Það er búin að hóta þess áðan. Glæsilega mark! Rut Sigurðardóttir! Vá. Sko, við erum að fara að fá Simman í ykkur að vittlis á þessu lokái. Hann mun bara aldrei hætta að tala um þetta, sko. Fagnaða lætin. Þeir lupu líka á eftir honum. Já. Sölvi Geir Ottesen, hvað? Við erum með Sigmund Einar Jónsson bara hérna í okkar eigin röðum, sko. En Rut átti svo sem eftir að gera helling. Jú, jú. Ja. Þetta var ennþá alveg skot fyrir þann teig. Já, en þetta var helviti skemmtilegt. Já. Æ, ég fæ bara svona hlýju tilfinningu í hjarta og ímynda mér Simma hlaupandi hana í póðvagnu. Það er ekkert eðlilega skemmtilegt. Allir kamerunnar af náðu þessu, eða? Ég veit það ekki. Lester skoraði, segir hann. Það er högg. En ef það var Jamie Vardy þá tekið því. Það var Justin eitthvað. James Justin, kongurinn. Býtu, kannski er þetta. Nei, ekki þannig. Við tölum það í fyrirháleik að það væri heldur gaman að skora einn screamer á degins að þessum. Já. Við fengum einn screamer bara. Já. Ég líka veist hann. Klótís rennur hann aðeins. Aðeins farið að bæta í rigninguna hjá okkur. Ég er bara einhvern veginn að drekka kalt vatni. Nei, kalt vatni. Hvað er ég að segja? Kalt kaffi. Vá. Þú ert orðin alveg. Kalt vatni. Þetta er bara... Handjánir mig. Já, ef það er glæpur að vera stæðningsmaður, þá má allavega koma með játnin.
skemmtilegur kloppi og hælsendingin líka. Þetta er bara brot en já, við höldum í boltan svo sem. Tinna með chipurina í áttina Rut. Sonja sparkar þessu, bara beint á hana Viktoríu. Simmi er komin í settið. Já, fá hann í viðtalið. Getum við fengið Simman bara í Helgi, leið mér aðeins að ræða bara þetta mark við Simman, fyrst að hann er í hana. Ég verði eiginlega að komast niður á jörðina sko. Simmi, Já. ég bara, reynum bara að upplifa þetta moment aftur. Ok. Sko, getum við farið í gegnum þessa hornspinnu? Sko, fyrir mér þá gaf Kristi Fjóla boltan og svo fór ég bara í blackout. Já. Og svo man ég ekkert meira en ég var búinn að rífa mig úr úlpunni eitthvað hérna á hliðarlínunni. Sko, þú tókst hana einhvern kílómetrar sprett inn í bóðvagnum, sko. Já. Og þetta var, ég fæ bara svona... Er það hot 2? Hvað erum við að fara að vinna með núna? Sko, nú erum við að vinna með að Halla... Já. Maður er að segja þetta, já, ok. Já. Halla er að droppa fjær, þannig að þetta er ekki stutt horn. Já. Halla droppa fjær og hirði boltan þetta eftir hérna á fjársvæðinu. Sér hún byrjar á markmannum, svo snýr hún sig inn í markið og lendir á fjær. Já, ok. Já, skemmtilegt. Þetta er hot fyrir þessar 3 sem við erum að ráðast á. Já. Í sumar vorum við 4. En þetta er bara eitthvað, ég var bara að skrolla á Instagram og þá poppar þetta upp og ég bara, heyrðu, hver er betri í þessu en Rut sem hefur aldrei skorað meistaraflokksmark? Var þetta hennar fyrsta meistaraflokksmark? Já, þetta er fyrsta markið hennar. Þvílíkur dagur til að skora sitt fyrsta meistaraflokksmark og þvílíkt mark. Í gær vorum við að þessu, hún setti heldur í 14 bolta út í skurð. Er það mál? Já, og ég sagði bara, heyrðu, slaka þess á. Þú átt bara, það er fínt að taka klúðurinn út bara á æfingunum til að eiga það inni fyrir leikinn. Ég lít bara á þannig. Heyrðu, ég komi niður, ég var út. Ég held að okkur hefur ekki tekist að koma að Simma niður á jörna hana. Nei. Við einfallega peppum hann bara ennþá meira. En þetta var... Virkilega gaman að fá hans sjónarhorn. Já, og ákveðið tímamóta atvik. Að fá þjálfara af bekknum sem að var að leggja upp þetta mark til að koma og útskýra fyrir okkur sko, næstu hotspinnu á meðan við horfum á hana. Já, sko... Já. Já, þetta er reyndar ákveðin tímamót bara í... Já. Bara... útsendingar í broadcasting bara bransanum fá bara sett pítskotsin beint í settið eftir svona greina þetta og við fengum bara 360 krónur á næsta horni. Já, þetta var ótrúlegt. Vá. Þetta var einfallega magnað. Sjáum að nú erum við svona hægt og bítandi að taka stjórnina á þessum leik. Það er bara nákvæmlega þannig. Hornið. Það er horn. Allt í einu komaði í hrönnum. Já. Við vildum bara eiga það inni fyrir seinni hálfleik. Hefur ekki taka, jú, ég taka svo í sósjál. Jú. Ég ætla þá bara að segja Rut. Endur þetta ekki leikinn. Já. Ég ætla að segja... Hann berst eitthvað en út aftur. Já, ég ætla að segja að Anna Rut Ingadóttir er að fara að setja hann. Þessi, ok. Klótis vinnur vel tilbaka hana. Herðu, þetta gæti verið vesna. Halla er fljóta en Rut sem betur fer, vel staðsett. Náða að þefa þetta uppi. Já, vel spilað hana, en sendingin aðeins ónákvæm. En Halla les þetta og með gott fyrsta touch og
Þessi er rétt framhjá. Ég sá þennan inni bara. Hún gerði allt rétt hana, kom sér framhjá markmannum, en bara óheppinn að hitta ekki á markið. Las þessa sendingu eins og maður las sirpuna á klósettskálinni þegar maður var yngri. Já. Varst þú ekki því það? Nei, ég var ekki því sko. Nei. Ég hef aldrei dottið inn í þessar sirpur sko. Nei. Ég var í aðeins þróari bókmenntum með það sko. Og varst í Harry Potter. Já. Lúsinu sem þú ert. Já. Nei, ég segi svo. Heyrðu. Rudd lætur hún fara þarna. Taktíst. Og Anna Bral sendir beint á græna treyju, en við erum bara komið með öll tök á þessu. Já. Vinnum boltan bara leið og við töpum honum. Sjáðu, nú töpum honum. 1, 2 og við erum komið með hann. Næ, skemmtir tæklingana. En á, Völsungur það er eiga erfitt með að tengja saman. Fleiri 2 sendingar núna. Það gera þær ágætlega. Þessi sending full svona laus. Já. Viktoria ísköld. Og Rudd, þessi sending aðeins og framalega fyrir Kristínu, en fær hann bara þægilega aftur hana. Finnur Kristínu í góðu svæði. Og hún keyrir af stað. Ég verður til að sjá hann að keyra meira fram á við. En finnur Elínu Björgu í ágætis plásið hana sem að leitar inn á völlin og fer aftur út, inn og út og leggur hann út. Og Kristín Fjóla með skotið, en Já. beint á markmanninn. Náðu ekki að setja nú vel fyrir sig. Nei, en það er alltaf ákveðið kvíðakast fyrir þetta bakverði sem að mæta henni Elínu Björgu. Já, það er bara einhvers konar rafkvíðakast. Já, Kristín potaði á vartana í andlitið á Höllu. Það er skipting Það er Rakel Lilja. fyrir Rönu. Það voru þau klár. Anna Bral út af Anna Bral og Rakel Lilja Kemur Hjaltadóttir inn á. ekki sátt með að vera tekin út af. Nei. Haukar gera breyting á sínu liði. Út að kemur leikmaður nummer 28, Anna Katarína da Costa Bral. Og inn á kemur leikmaður nummer 7, Rakel Lilja Hjaltadóttir. Ég held að þetta hafi samt verið ágætis tímabúntu fyrir skiptingu. Já, mögulega. Það má vel vera. Geðveik sending hjá Glódísi á Rakeli sem var að koma inn á. Framlengir boltan yfir á Tinnu. Tinna svona aðeins ekki búin að koma sér nægilega vel inn í leikinn. En hún getur nefnilega alltaf dúkkað uppi. Það er bara hannig. Anna gerir vel, en fljótar að vinna boltan aftur og þessi snúningur góður. En fljótar að tvöfalda á boltamannin og þetta gerir Glódís ágætlega. Þessi gæti verið hættulegt og þessi kross er góður, en Viktoria gerir vel hana inn í tegnum, hirðir þetta virkilega gott hjá henni. Öryggið uppmálað. Uppmálað. Þetta er vel leist hana og Kristín
Klárar fæsluna út á Elinu sem að setja hann í fyrsta í gegn á Höllu. Þessi sending er góð. Halla gerir virkilega vel, leitar á hægri fótinn og þetta er geðveikt slútt. Þvílíkt spil og þvílík afgreiðsla hjá Höllu Þórdísi Svansdóttir. Gullfallegt mark. Þetta var einhvern veginn kirsubyrðun á kökuna, bara sem þessi sókn var. Þetta var úr hæsta gæðaflokki, skulum bara orða það þannig, ert ekki að grínast. Og þá er bara Sara Piketty hann á sett á fóninn. Takk. Það er lagið. Ert ekki að grínast. Mark Hauka, leikmann númer 11, Halla Þórdís Svansdóttir. Allt annað að sjá Haukaliði sem síðari hálfleik. Já. Miklu meiri einhvern veginn kraftur og urgency í okkur. Og já. En þá 1-1 á meistaravöllum. Já. En það þýðir ekki mikið, Einherji þarf í rauninni að skora 3 mörk í viðbót til þess að Völsungur fari upp. Og ef samt þetta fyrir 1-1, þá vil ég samt fá allavega Blómund úr Vesturbænum, þú veist. Já. Þá er þetta alveg greiði, Já, nákvæmlega. Við hljótum að fá Blómund. Já. Og ég get sótt hann, ef þau vil ekki skila honum hingað. Já, þú náttúrulega býrð hann að stutt að fara. Þú ert svona að gerast að ákveðnum, breytast í ákveðin vestur bæjar. Já, en samt ekki í Káring, Nei. Það er mjög langt í frá, Já. Það er rólegt yfir þessu maður. Já. Þessa stundina. Ég svona aðeins út. Out of body. Þú veist, við erum bara einhvern veginn, ég ætla ekki að vera ofljótur á mér en ég ætla samt að vera ofljótur á mér. Bara, við erum bara að sýna það með þessari framistöðu og bara með framistöðunni í bara allt tímabilið að Haukar eru langbesta liðið í þessari deild. Já. Og það er bara einhvern veginn ekki hægt að fara rauk fyrir neinu öðru, Nei. Og þetta heyra gírinn á vellinum. Hæ? Gírinn á vellinum. Já. Það er bara gír. Það er bara gír, skilur við. Það er ekki væntu það, Já. Það eru náttúrulega kóngarnir á trommónum Guttarnir. Þeir eru æðislir. Þeir eiga skilið smá sjátt, Hver darraðadansana í vítateik Hauka. En Viktoría heldur þessu vel hjá sér. Það er spilað hana. Kristín með pláss fyrir fram að sig og hún fer aðeins að stað. Finnur nöfnu sína, Kristína Erlu sem að hleypir hérna upp að endalínu en já þannig, já, þessi farinn að mati Steinars Steffensen. Já,
Steinar Stephensen. Ert að fokk í mér. Hvað Það var mjög vond notification að koma, sko. Nú, Já, 2-2, Arsenal Leicester. geðveikt að heyra. Það var sjálfsög James Justin að skora annað mark. Nei, James Justin. En ég er náttúrulega búinn að, sko, nú ætla ég að gefa podcastinu mínu shout, kos og með því allir sem hafa áhuga á enska fótboltanum og eru í Fantrax. Vinsalegast hlustið á podcastið, en ég er búinn að tala um. Það ert ekki endilegur í Fantrax, þetta er alveg stemmingspodcast. Ja, þetta er bara í rauninni stemmingspodcast og ég er bara búinn að kalla út þennan leikþátt hjá Arsenal alveg frá fyrstu sekundu. Þú ert ekki að fara að vinna neinn titil með því að spila svona fótbolta. Við skulum bara alveg hafa það á hreinu. Já. Og mér langar líka. Ekki ætla ég að spyrja út í hvernig fótbolta þú tala um. Bara 40% average possession til dæmis, skapa engin færi, bara liggja djúpt niður í Tony Pulis-stæl. Þegar maður er manni færa á móti besta liði heims. Og treysta bara einhvern veginn á, treysta á þessu föstu leikatrið. Ó, já. Láta þau einhvern veginn beila mann, en jú. Þetta er allavega ekki meistaralið í mínum augum. Meistaralið spila ekki svona fótbolta. Nei. Já, 2-1 fyrir KR. KR 2-1 og þá er þetta svona gott sem komið hjá þeim. Já, kannski, Arsenal, heyrðu, Rudd með fínt skot. Nei, við erum ekkert að vera að tala meira um Arsenal en í þessari útsendingu. Já. Enda vil ég ræða það við alla aðra heldur en Friðbert. Ég get bara sagt það. Viktor fyrir að slappa á ykkur. Já. Stöndi saman hérna að þú séum bara í United. Elín missir hann en aðeins út af. Já. Egor, takk. Já, eins og kom inn á hann, við erum með hennar leik gjörsamlega í teskið eins og er. Það er ljóst að Völsungur þarf algjört kraftaverk bæði hér og í Vesturbænum til að snúa sig við. Mjög vel leist. Rólegra boltanum. Skemmtilegu bolti hérna. Já, ég veit. Fyrir markið á Höllu. Arsenal Leicester. Ha? Já, við erum samt horfða á þetta. En samt 2-2 við reyndum þess. Ha? Skítalið. Það tapar boltanum hann mjög hættulegu stað, en ekkert á þetta. Vildi fá eitthvað fyrir sinn snúð hann að Völsungar, en
Haukar með boltan. Já. Þannig kemur þessu alla leið yfir á Kristínu. Finnur Rakel. Leitar að Ragnhildi Tinnu þarna sem að kemur svona á tegin, en hvað gerist þér? Dauðafæri! Frábælega varið hjá Ísabellu Júlíu og þjálfari Völsunga lætur vel í sér heyra. Hann var rólegur í leiknum hingað til, en brást brást illa við þessu. Já. Rut með boltan. Þessi ratar ekki á samherja. 2-0, einhverjar 20 mínútur eftir. Gíska ég. Korter 20. Kemur Friðberg færandi hendi. Já, það er enn einn Bon Aqua dósin sem fer að leika hér. Það er einhvern veginn að fara rætt niður. Það er Bon Aqua dósir. Já. Sæll. Lífið er núna. Lífið er núna. Herðu, misti ég að ykkur? Nei, þú mistir ekki að. Ég heyrði samt eitthvað öskur og læti, sko. Það var kall frá Völsungum, mögulega fer kall eftir færi hjá Haukum. Já. Þar sem að leikmaður Völsungs fer niður, en samt bara í eigin teig, sko. Já, ok. Þannig að, en Haukar vissulega hefðu getað skorað. Farið að horfa á leikinn, segir. Það er þreföld skipting. Segir Aðalsteinn. Völsungurinn gett ekki. Sá gett ekki. Hann er reyndar algjört toppmaður, en Já. hann er svolítið í þessu, en það er bara eins og flestir þjálfarar. Ég er ekki að fara að ála svo neinum fyrir að vera pirraður í hita leiksins. Nei, það er bara fullkomlega eðlilegt. Já. Sérstaklega svona mikið undir og þetta er einhvern veginn að renna þeim úr greipum. Haukar gera þrefalda breyting á sínu liði. Út að kemur leikmann nr. 8 Rut Sigurðardóttir, leikmann nr. 18 Kristín Erla Halldórsdóttir og leikmann nr. 20 Ragnhildur Tinna Hjaltalín. Inn á kemur leikmann nr. 9 Sigrún Ella Einarsdóttir og leikmann nr. 14 Guðrún Ágústa Halldórsdóttir og leikmann nr. 22 Elma Dís Ólafsdóttir. Eru að ganga svo langt að segja að Halldór Garðarsson sé besti vallaþulur landsins? Já. Ég myndi aldrei mótmála því. Allavega. Já, skemmtilegu bolti hjá Sigrúnu Ellu og Elín eldir hana uppi, en þetta er vel varist hana hjá Silvíu. Viktoría. Má ekki alveg segja það að Völsungur hafi ekki náð að skapa eitt færi í þessum leik? Er það ekki alveg rétt metið það? Jú. Ég myndi segja, já, ekkert dauðafæri, sko. Kannski hálffæri. Já. Dettur eitt í hug sem var bara hérna snemma leiks. Já.
hálffæri sko, en ekki neitt svona, þetta er aldrei einhver mikil hætta sko. Já. Ég er einhvern veginn löngu búinn að gleyma því sko. Já, það er bara fair líka. Þessi auðvitaðsending var skemmtileg og þetta skot Já, bara, já. Heyrðu, Halla er aleina. Wow. Já. Hefði þessi verið svona 2 centimetrum hærri, þá hefði Halla bara verið sloppin í gegn sko. já, þetta var ansi, Það var áhugaverður varnarleik. já, Þessi sending er bara skemmtileg, en enn og aftur, þær eru svo sterkar varnarlega. Og hann gerir hún Dagbjört Ingvarsdóttir mjög vel. Kemur líka hún sín fyrir framann, Höllu. Rakel næra pótarmenna á Sigrúnu sem að gera vel. Rakel, já, bara þolinmóð, spilar hann tilbaka á Heklu. Sigrún heldur vel í boltanana og gerir þetta virkilega skemmtilega og með frábæra utanfóta sendingu á Elínu Björgu. Elín setur hann inn í teginn og þvílíkt og annað! þessi mörk sem erum að Hvað fara er í að dag. gerast hérna? Þetta, wow, Halla Þórdís með alvöru afgreiðslu, en þessi undirbúningur hjá Sigrún Ellu Já, og Elínu Björgu var ekki síðri. Þvílíkt mark. Þetta er- Mark í dag, leikmaður númer 11, Halla Þórdís Svansdóttir. öll mörkin í dag sko, Já, eru geðveik og svona einhvern veginn glæsilega útfært sko. já þessi frammistaða í þessum síðaráleik, hún er búin að vera frábær. Já, Eins leiðilegur og fyrirháleikurinn var, já, það er búið að bæta fyrir þá það. ákveðum bara ok, heyrðu, sýnum bara þessu fólki að við erum langbesta liði í þessari deild. Í Guðnabænum gerum það. Já, Vá. Maður er að nálgast Autobody. Autobody. Þvílíkur seinni hálfleikur, þvílíkt tímabil, þvílíkt lið. já, Maður er stoltur. eftir auðvitað ákveðið svekkelsi í fyrra að gera Já. þetta með svona miklu stæl. Já, og bara, þú veist, það var aldrei neitt panik, fórum ekki upp í fyrra, Já. það var ekkert panik. Þú veist, við heldum okkar mönnum auðvitað fyrir Ragnheiður Anna, en við bara styrkjum liðið og helsta styrkingin er náttúrulega bara að það að þessar stelpur sem voru hérna nú þegar hafa bara verið að taka næsta skref Já, og er að bæta sig og það er bara virkilega gaman að sjá. Fullt af uppöldum haukastelpumanna sem eru allar ennþá kornungar og eiga bara eftir að vera betri. hendi. Nei, Þetta var það allir er gróft. Dómarinn! Nei, þetta kannski meitt hún sig. Já, vonandi er í lagi með hana Silvíu. Alma misreiknar þennan aðeins færan yfir sig og Halla keyrir hana inn og er ennþá með boltan, setur hann út á Höllu. Það er Jón Erling, eitthvað hérna. Það er hérna. Nei, hún er hérna. Á Höllu svo. Ok.
Þessi spilna ágæt. Sama, Sonja alltaf mjög svona neðarlega á vellinum og hún ekkert að stressa sig mikið á því að koma sér ofar á vellin. Já, það Sushi Social. Hvað eru að fara að sjá hérna? Ég ætla að segja að Halla Þórdís fullkomni þrennuna með því að hlaupa á fjarstöngina. Þessi já, Glódís hirðir upp seinni boltan og Kristín sendir hann aftur á Glódísi. Og Glódís með, ekki galin tilraun, skemmtilegt svig á þessum bolta. Gott svig. Núna var ég til að sjá, já, einmitt. Elisabeth að koma inn á og það Halla sem tekin af velli, ákveðin heiður skipting. Halla Þórdís búin að vera frábær í þessum síðari hálfleik. Bara eins og hún búin að vera allt tímabilið. Út að kemur leikmann númer 11 Halla Þórdís Svansdóttir og inn á kemur leikmann númer 3 Elisabeth Ósk Servo Ólafíudóttir. Já, Elisabeth Ósk kemur hérna inn á fyrir Höllu. Elisabeth, eina af þessum ungu hefnilegu haukastelpum, skoraði í síðasta leik móti Einherja. Býr yfir miklum hraða. Já, þessi síðar hálfleikur gjörsamlega búin að vera einn hauka kvenna. Þessi sending ekki galin, gæti droppa fyrir Rakelina. Nei. Þessi Anna með sterkan skalla og Glódís framlengir. Já. Sæll. Já, ég misti einhverju. Nei. Já, það var skipting. Elisabeth kemur inn fyrir Höllu. Já. Ég veit. Hver tíminn á þessu? 84 mínútur á klukkunni góðu. Og ætli við fáum ekki eitt mark í viðbót? Jú. Ég væri alveg til í það. Væri nefnilega alveg til í það. Rakelina vinnur vel tilbaka. Og Elma kemur í hjálpavörnina, en heldur vel í boltan hana. Hún, eitthvað Katla, já, og Elisabeth kemst inn í þessa sendingu. Og geysist af stað. Nó pláss, nó nægur tími. Elin, þarna verður að halda breytt. Já, Elisabeth gerir þetta ágætlega. Nú þurfum við að koma okkur inn í bóksið og Elín með fína fyrirgjöf. Elín ennþá ekki múin að skora í þessum leik. Það alltaf ákveðið sjokk. Já, það það sko.
Já, það er Stuttorn. Kristín með góða fyrirgjöf og þessi dettur fyrir Elinu Björgu sem að skýtur. Boltinn hérna á Glódísi og Sigrún Ella. Hvað er þetta? Þetta er ekki höfumeisli, sko. Eða hvað? Var þetta höfumeisli? Helgi var í síman. Já, þetta er mikilvægt, tengist leiknum. Já, aha. Big up. Já. Ég þarf að koma honum áleiðis. Já, þarftu að fara það? Nei. Hæ? Ert þú að fara að afhenda bikarinn? Dóttir þín? Já, ok, boltinn aftur komin í leik og Elín, hún er góð í þessum stöðum. Þessi kemst ekki fram hjá fyrsta manni. Helgi er búinn að yfirgefa mig, hann er farin að afhenda, taka bikarinn eitthvert. Því líki dagurinn. Því líka veislan. Já, góð sendingarna og nú er Elín farin af stað og þá er ekkert mikið að fara að stoppa hana. En, það er ekki nægilega miklum kraft í þetta skot en ekki galinn til hún, alls ekki galinn. Sjáum að Sonja sem fyrr komin mjög niðarlega. Rakel setur hann í fyrsta á Glódísi, gerir þetta ágætlega en þær eru harðar hana. Rakel gerir vel, ákveðin, vinnur boltan aftur og Elisabeth með tíma setur hann hana út á Rakel. Þetta er bara brot, já, fór í góðan kollnís hana á Rakel, þetta er fimmleika bakgrunnurinn góði. Blessu Lilja. Þú lýsa leiknum með okkur? Bara þetta? Er já? Hæ? Heyrðu í mér? Já. Flott. Ég heyri þér, en nú hana er aukaspyrna sem að Kristín Fjóla ætlar að taka. Láta ekki bara vaða, ég myndi láta vaða allavega. Og hún gerir það og þessi var góð en virkilega góð markvæslana hjá Ísabellu Júlíu Óskarsdóttur. En hættan, sóknin heldur áfram segi ég. Og Glódís leitar inn á miðu. Vinstri fótar spyrna hana. Helma gerir þetta vel. Færir hann yfir á Guðrúnu. Guðrún með krossinn í átt að Elínu en aðeins hana fyrir framan hana síns mér. Þetta var áhugavert. Já, maður aðeins státtur út. Nóg að snúast, Rebert. Já, já. Myndirðu segja þessi í höfn? ég myndi ganga svo langt að segja það. Já. Þetta er tryggt. Og við erum þá að klára deildina með hvað? 7 stigum eða? Já, bara, í endanum var þetta bara nokkuð öruggt hjá okkur. Já, já. Aldrei í hættu. Maður hefði ekki þurft að æsa þessu svona í öllum sem leikjum. Nákvæmlega.
og stúkan tekur við sér. Stúkan hristist. Stúkan hristist og Hörður Bjarnar Hallmarsson, við þurfum að finna eitthvað svona gott. Hörður Bjarnar og stúkan hristist. Það er ekki gott. Hörður Bjarnar og stúkan fagnar. Hörður Bjarnar, fleiri málmar. Já, þetta er áhugavert allt saman. Fólk er staðið upp Já. til heiðurs þessa magnaðaliðs sem að við erum hérna að fylgjast með. Eðlilega. Og Helgi, þetta er bara byrjunin. Já. Þetta er bara byrjunin Á einhverju fallegu sögu. á einhverju ótrúlegu ævintýri. Já. Og Hvar sérðu þetta? Þú veist, þetta er liðað svo góðum aldri, Freyberg. Hver er endamarkið? við erum bara að fara að vera í bestu deildinni. Í síðasta lagi 2026. Í síðasta lagi? Já. Og líka í fyrsta lagi? Nei, í síðasta lagi 2027. Já. Þá erum við bara einhvern veginn að fara að planta okkur í bestu deildina. Og ég sé bara einhvern veginn að eina leiðin sé upp fyrir þetta félag. Sammála því. Svo er bara nú erum við búin að taka eitt skref, koma stelpunum upp. Þá er næsta skref að koma þessum blessuðu strákum upp í leiðinni. Já. Það er komið tíma á það. Það er nefnilega löngu komið tíma á það. Hver er tíminn á þessu? Það er 90 mínútur komnar á klukkuna og það er bara tímaspursmál. Þetta er bara búið. Þetta er búið. Innilega til hamingju stelpur. Þið eigið þetta svo sannarlega skilið. Það er búið að vera algjör heiður að fá að fylgjast með þessu liði. Lentu í smá mótlæti á síðasta tímabili, létu það ekki skilgreina sig koma tilbaka á þessu tímabili sem alvöru lið sem að á endanum sýndu að þær voru bara langbesta lið í þessari deild, áttu þetta fyllilega skilið og bara til hamingju. Til hamingju stelpur, til hamingju allt haukafólk og njótið dagsins. Takk. Takk fyrir okkur.